Stækkun álversins í Straumsvík hefur verið á teikniborðinu í fjölda ára. Athygli vekur að fyrrverandi forstjóri álversins fór fram á það við bæjaryfirvöld í Hafnarfirði að ný íbúðabyggð myndi ekki rísa nær álverinu. Það gerði hann árið 1995 eða fyrir einum 12 árum. Auðvitað mengun í nánasta umhverfi stóriðju eins og álvers og þess vegna talað þynningarsvæði og þess sérstaklega getið í deiliskipulagi. Þynningarsvæði það svæði umhverfis álveri þar sem þynning mengunar á sér stað. Það afmarkast fyrst og fremst að þynningu brennisteins og innan þess má styrkurinn vera yfir viðmiðunarmörkum. Samkvæmt reglugerð hér á landi hefur íbúabyggð innan þynningarsvæða ekki verið leyfð, en sumstaðar erlendis hún heimil, til dæmis í Noregi þar sem íbúabyggð mun nær álveri en hér. Þar svo kvöð að votreysibúnaður sé til staðar í álverinu. Ef við lítum til Noregs, þá voru fyrir 10-15 árum hátt í 180-90.000 tonn af brennisteinsdíoxíði sem fór út í andrúmsloftið. Í dag þetta kringum 23.000 tonn og Norðmenn hafa staðið sig vel í að minnka þetta. Og öll álverin þar eru með votvöskun eftir þurrhreinsun. Það víða í Noregi votrensibúnaður en það er líka yfirleitt mjög víða Söderberg hér, þannig það er ekki sambarlegt hvað það varðar. En votrensun er eitthvað sem væri vel hægt að setja upp ef að menn teldu ástæða til, en það eru sérfræðingar sem hafa besta þekking á því sviði, þeir telja að það sé ekki besta leiðin. Ef þið eruð að velta því fyrir ykkur að nota votrensibúnað, er það ekki besta leiðin? Ekki var sérfræðingarnir segja það og eru alveg klárir á því að þurrhreinsun ein og sér er betri heldur en þurrhreinsun og vothreinsun. Þetta er ekki trúarbrögð, þetta er bara sérfræðinga mat. Ísland virðist alltaf ganga undan öðrum löndum með því að gera minna átak þar. Á heimasíðu álversins í Straumsvík segir að í stækkuðu álveri verði öll umhverfismörk varðandi brennistein uppfyllt utan þynningarsvæðis án þess að til vothreinsunar þurfi að koma og því ekki talin þörf á slíkum búnaði. Vothreinsun hins vegar valkostur ef þess reynist þörf. Í nýju deiliskipulagi gert ráð fyrir að þynningarsvæðið minnki. Svæði takmarkaðrar ábyrgðar svo enn annað. Innan þess svæðis ber álverið ekki ábyrgð á tjóni af völdum mengunar. Mörkin liggja þvert í gegnum 2 íbúðahverfi í Hafnarfirði. Því vekur athygli að í umhverfismati á fyrirhugaðri stækkun álversins lagt til að þynningarsvæðið verði stækkað og falli saman við svæði takmarkaðrar ábyrgðar eða inn í byggð. Á það féllust bæjaryfirvöld í Hafnarfirði ekki og samkomulega náðust við álverið að þynningarsvæði verði minnkað ef álverið verður stækkað. Og það er svona stoltið margt sem það hvað við erum búin að ná góðum tökum á okkar umhverfismálum og mengun að við skulum geta minnkað þynningarsvæðið sem er þó skilgreint fyrir mörgum árum síðan með því að stækka verksmiðjuna. En þið vildu stækka það? Já, það ekki bara eðlilegar varnir verksmiðjunar að vilja búast við því, menn kannski reiknuðu þetta ekkert út í hörgul að þetta væri hægt að minnka þetta. Þetta er verið litið á þetta sem ákveðið viðmiðunarsvæði, þetta er svolítið sér íslenskt. Þetta er eins og ég segi, í Þýskalandi er sportstadium fyrir 70.000 manns beint bara hinn með götuna móti álveri, sko. Þegar við erum að tala þynningarsvæði og eða takmarka ábyrgð, þá erum við alltaf að tala gróðurverndarmörk. Við erum ekki að tala heilsuverndarmörk. Og það eru harðari eða sterkari kröfur gagnvart gróðurverndarmörkum heldur heilsuverndarmörkum. Árið 1995 hafði enn ekki verið ráðist í Holtabyggð eða byggðina á völlinum. Forveri rannvegarist í forstjórastóli Kristján Roth sendi bæjaryfirvöldum í Hafnarfirði formlega ósk árið 1995 þar sem hann mælti eindregið með því að ný íbúðabyggð myndi ekki rísa við álverið. Í bréfi hans segir: Í þessu sambandi viljum við benda á að stækkun ísal þýðir 60% meiri losun á brennisteinsdíoxíði, koltvísýringi og flúorsýru frá álbræðslunni og aukningu á hávaða og umferð. Jafnvel þótt útblásturinn skaði ekki umhverfið eins og staðfest í starfsleyfi, sjáum við fram á hugsanlega árekstra ef íbúðabyggð verður færð austar. Slík mistök hafa verið gerð víða í Evrópu og það er dýrt að leiðrétta þau eftir á. Til að koma í veg fyrir umræður og átök í framtíðinni mælir Ísal því eindregið með að ekki verði byggð ný hús nær verksmiðjunu en þau sem þegar eru í byggingu. Undir bréfi skrifar Kristján Roth, þáverandi forstjóri Ísal, og Bjarnar Ingimarsson, þáverandi fjármálastjóri. 6 dögum síðar fær Hafnarfjarðarbær bréf frá Finni Ingólfssyni, þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Þar sem ráðuneyti telur ábendingu Ísal mjög eðlilega og telur að bærinn eigi að taka þetta mál til nánari athugunar. Var maðurinn að bulla? Nei, hann var ekki að bulla og það alveg rétt hjá honum en við erum bara búin að gera heilmiklar ráðstafanir og þú skoðar þróun mála í Straumsvík þessu 12 ár þá sér það að við höfum náð gríðarlegum framförum og ýmislegt sem var vandamál kannski fyrir 12 árum, það ekki í dag? Já, við tókum þetta fyrir í öllum okkar nefndum og bæjarráði og bæjarstjórn og ræddum þetta og niðurstaðan var sú, eftir að við vorum búin að fara í gegnum þessi mál, að það væri engin hætta á ferðum þarna. Það væri bara sjálfsagður hlutur, þetta er utan þýningarsvæðisins og þannig að þetta átti að vera allt í lagi eins og hefur reyndar sýnt sig. Það býr þarna fólk niður frá og hefur búið all þessi ár og líður bara alveg prýðilega. Ég hef aldrei heyrt neina kvartanir frá þessu fólki. Er þetta plagg sem skiptir máli í dag? Í samkomulaginu sem var gert varðandi stækkunina á þessum tíma þá var það eina niðurstöðunum milli Alcan og Hafnarfjarðarbæjar að þetta erindi Alcan væri dregið tilbaka. Eins og við töldum að Alcan væri á þeim tíma eða Ísal alveg að fara freklega inn á skipulagsstefnu bæjaryfirvalda sem að menn höfðu upp á þeim tíma. Akkur heldur hafi skrifað þetta bréf? Ég ger mér nú ekki alveg grein fyrir því. Mín skoðun er sú að álverið hafi viljað fá land lengra með ströndinni í átt að bænum og vinna sér land þar og þegar þessi byggð var komin þá gekk það ekki eftir. Hún kom og þeir hafa fært sig lengra upp í landið en ekki með ströndinni. En þið mengið og byggðinni komin nær? Já, en við mengum samt ekki það mikið að það ætti að valda vandamálum og mengun við lóðarmörk hvergi nálægt neinum hættumörkum eða viðmiðunarmörkum. En akkur heldur þetta bréf hafi skrifað? Ég held að það hafi fyrst og fremst verið það að Alcan á þeim tíma var að reyna að firra sig ákveðni ábyrgð gagnvart umhverfinu. Umhverfisvarnir voru ekki komnar fram með þeim hætti eins og er í dag. Okkar kröfur voru ekki heldur kannski með þeim ákveðna hætti sem það er í dag. Það er bara allt annað umhverfi sem við erum að búa við í dag og gjörbreyting sem hefur orðið á í þessum efnum og ekki síður í samskiptum milli bæjaryfirvalda og fyrirtækisins. Hefði ekki verið alveg rétt að hugsa þessi rök og segja stopp? Já, við fórum í gegnum öll þessi rök og það eina sem að stóð upp úr það var þessi hávaða mengun sem var fyrst og fremst frá höfninni þegar var að ræða útskipanir og verið að skipa upp þarna. Það var farið mjög vel ofan í þessi mál og niðurstaðan var sú allra að þetta væri í lagi. Á þessum 12 árum hefur íbúðabyggð breiðst út eins og hér sést komin inn fyrir svæði takmarkaðrar ábyrgðar. Myndir þú vilja búa þarna í byggðinni sem næst álverinu? Ég geti vel hugsað mér það en ég náttúrulega er í fjölskyldu og það hefur fjölskyldan hefur líka það að segja hvar við búum. En mér finnst það bara mjög fínt. Hafnarfjörður er mjög fallegu bær og mjög gott að búa þar. Myndir þú vilja búa þessu svæði? Ef þú vinnur í álveri þá ertu kannski 80 sólarhringa ári inn á svæðinu. En ef þú byggir þarna og væri kannski mikið heima við, þá kannski getur þetta allt árið, þá myndur það vera 5 sinnum meira. Og þá sýnir sig að áreitið þó að sé lítið magni í hverju rúmmetra, það er kannski margfalt meira. Og fyrir unga börn sem sofa út í vagni, þá getur maður sagt að þetta sé 5-falt áreiti. Ég vildi ekki búa inn á svæðinu. Það alveg ljóst að það eru miklu meiri hagsmuni hér í húi heldur en fólk almennt hefur gert sér grein fyrir. Þetta álver hefur verið hér í 40 ár og rætur þess liggja gríðarlega djúpt inn í iðnað og atvinnustarfsemi í Hafnarfirði. Það eru hundruð manna sem vinna auðvitað hjá álverinu og síðan hjá fyrirtækjum í Hafnarfirði sem að þjónusta álverið og við teljum að það megi reikna með að eitthvað á annað 1000 manns byggja afkomu sína bara hér í Hafnarfirði á starfsemi þessa fyrirtæki sem verið hefur hér í 40 ár, beint og óbeint. Og þá er ég að tala konur, kalla, börn, heimil og fjölskyldur. Við sjáum marga vankanta á þessari hugmynd að stækka álverið og setja þar með stærsta álver í Evrópu í litla bæinn okkar. Það er náttúrulega nokkrir þættir, það er sjónmengunin. Lóðin verður eftir stækkun breið og hún er löng í dag. Nú síðan er það loftmengunin, hún mun aukast. Loftgæðið, það mun draga úr loftgæðum í Hafnarfirði og sérstaklega þá 40-50 daga sem að vindur blæsi yfir bæinn. Við erum að tala einhver 9,3 tonna brennisteinin til dæmis sem að skiptir bæjarbúa máli. Og síðan er það skipulagsmál.
Við teljum að þungaiðnaðarsvæðið sem þarna hinum megin við Keflavíkurveginn að það kom ekki til með að vera þarna nema kannski einhver 20-30 ári viðbót. Ég hef enga áhyggjur sjálfur sér að átökum. Mér finnst það bara gott mál að íbúarnir hér fá tækifæri til þess að taka ákvörðun þetta mál á lýðræðislega máta. Þetta íbúalýðræði í reynd og mér þykir gott að sjá það og finna það að heyra það. Það almenn umræða, hún að aukast mjög verulega. Það svona auðvitað ákveðin spenna í loftinu í bænum og hún á eftir að magnast núna á næstu vikum. Ég kalla auðvitað fyrst og fremst bara eftir ábyrgri og upplýstri umræðu og við bæjaryfirvöld munum gera okkar í þeim efnum að tryggja svo verði. Skoðanakönnun sem birtist í blaðinu á föstudag sýnir að Hafnfirðingar virðast skiptast í tvær nokkurn veginn jafn stórar fylkingar í afstöðunni til stækkunar álversins í Straumsvík. Niðurstaða skoðanakönnunar sem álverið lét vinna fyrir sig hefur þó aldrei fengist birt. Kompásið lokið, góðar stundir.